Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Nú ætlum við aðeins að skoða karlmenn í leikskólum og til mín kominn hann Magnús Hilmar. Já, takk fyrir mig. Velkomin. Já, þakka þér fyrir. Járnkall. Já. Já, segðu okkur aðeins, hvað ertu að gera? Hvað ég að gera? Ég svona dagstaglega bara að vinna við að vera leikskólakennari. Já. Eða ég að klára núna meistaranámi í leikskólakennslu og get ég titlað mig sem leikskólakennari. Já. En þú ert iðjuþjálfi í grunninn? Iðjuþjálfi í grunninn, já. Og í þetta járnkalladæmi, það í raun og veru samvinnuverkefni milli mín og hann heitir Eysteinn og vinnur í leikskóla í Reykjanesbæ. Já. Og við erum að vinna með sem sagt félagi leikskólakennara að fjölga karlmönnum í stéttinni, leikskólakennarastéttinni. Áhugavert. Já, þetta mjög áhugavert og mjög gaman að gera þetta. Veistu eitthvað hvað þið eru margir? Herðu. Ertu með eitthvað tölur nokkuð? Ég ekki með neina harða tölur. Nei. Það kom fram til dæmis í viðtali við mig í gær að við erum eitthvað innan 2% af heildarstarfsmönnum. Það frekar lítil prósenta, eða lág. Já, það frekar lágt. Svona, það mætti vera meira. Við megum alveg fleirum karlmönnum í stéttina. Sko. Og af hverju heldur það sé mikilvægt að fjölga karlmönnum? Sko, fyrsta svarið sem ég með í huga að það svo nauðsynlegt fyrir börnin að hafa fjölbreytnina. Fyrirmyndir af báðum kynjum? Fyrirmyndir af báðum kynjum. Það líka, sko, núna við til dæmis búin að tala mikið aðalega við báðir, kannski ég meira, að þessar stimpil hugmyndir samfélagsins og allra hvað eru kvennastörf og hvað eru karlastörf. Og við þurfum eiginlega svona bara að fjarlægja þennan stimpil. Að konur geti farið að vera flugmaður, það talið í lagi. Já, núna loksins kannski. Núna loksins, sem góð, og kona verði læknir. Og það frábær þróun. En að karlmenn geti verið hjúkrunarfræðingar eða leikskólakennarar eða fluffur eins og kallaðir. Já, það svo sé pínu erfiðara við einhvern veginn. Já, það, sko, ég fundi aðeins fyrir því sem betur fyrir ekki mikið því að samfélagið að breytast og samfélagið í góðri mótun í raun og veru á góðri ferð að ég hef ekki fundið fyrir mikilli svona þú átt ekki að vinna við þetta er ekki vinna. Nei, það hlýtur að fara minnkandi. Já, við vonum það og með fleiri karlmönnum í svona stéttir að þá kannski bæjast þessar hugmyndir frá. Já. Svolítið. En það þess vegna nauðsynlegt og það að við séum fyrirmyndi fyrir breyttum í raun og veru karlmennsku ímyndum. Hvað karlmennska? Og því að karlmennska kannski ekki í dag svo sama hún var fyrir 50 árum. Nei. Karlmaður ber ofan að vinna í olíuvinnslu eða í skipasmíði. Ég sæi mig aldrei gera það. En samt svo ert þú sko í þungarokkshljómsveit sem skemmtilegur tvist svona. Já, það bara mitt enga áhuga mál sko. Ég gaman af tónlist allri en ég spila, eins og staðan núna að spila í þungarokk. En hefur reyndar líka lært óperusöng? Já, klassískan söng, já. Þannig að þetta svona, breytt áhuga mál svolítið. Já, tónlistin hefur bara, nánast öll tónlist hefur alltaf bara haft mikinn svona þunga í mínu lífi, bara frá því ég var barn. En járnkallarnir, hvaða aðgerðaráætlun eru þið með í gangi til að fjölga karlmönnum? Það bara að tala nógu mikið þetta eða? Já, sko við ákvaðum strax í byrjun þegar við tókum á okkur þetta verkefni, ég og Eysteinn, að við fórum svona yfir sviðið, hvernig umræðan leikskóla mál voru og við vorum sammála það. Hún oft svolítið á neikvæðum nótum. Það álag, það launin og við ákvaðum, förum alveg á hinn pólinn. Sýnum það bara á samfélagsmiðlunum, Snapchat, Instagram, Facebook. Bara hvað gaman að vera í leikskóla? Hversu gaman í raun og veru að hafa þau forréttindi að mæta í vinnu og leika við börn? Það bara... Þessar tæru snilldar gullmála? Já, ég meina, ef það einhver nemendahópur bara í gjörvalli heiminum sem að gefur meiri svörun, það engin. Nei. Þau gefa leið hvort þau séu ánað, glöð, reið, pirruð. Sumi dag geta verið alveg ferlega erfiðir þegar að börnin eru fúl við því. En svo sko, sem betur fer, af 365 þá eru þau kannski svona 360 sem eru bara æðislegir því að það alltaf gaman hjá þeim. Þannig að þið notið svona samfélagsmiðlana, sýnið bara svart á hvítu, svona þetta gaman og svona þetta spennandi og ögrandi og allt það. Já. Og þá hægt að fylgjast með ykkur undir einhverju? Við erum bara á Snapchat undir Járnkallarnir. Það náttúrulega ekki íslenski stafir þar sko. Nei.
Og Facebook það bara járnkallarnir og Instagram það járnkallarnir. Við erum bara ekkert að hafa þetta neitt frekar flókið. Nei. Við erum bara þarna. Já. En við náttúrulega sökum persónuverndarlaga þá sýnum við ekki börnin, sko. Nei. Það eiginlega bara okkur og okkar starf. Já. Við erum svona að sýna fram á hvað við erum að gera og hversu gaman að gera, sýnum kannski verk eftir börnin, hvað við erum að gera og eitthvað svona. Já. Og svo ræðum við svona til og frá svona hvað mætti betur fara hér og þar en reynum að halda þessu svona í raun og veru á mannamáli og skemmtilegt bara. Og getið þið eitthvað fylgst með umferðinni? Það ná til fólks eða kannski þetta bara svona í starthólunum og þess vegna það að kynna þetta svona út allt í öllum fjölmiðlum eða hvað? Nei, alls ekki sko. Nú í raun og veru eins og snjóboltinn sé að stækka. Já, frábært. Því að við höfum verið að fá alveg, sko við erum með nærri 2000 fylgjendur á samfélagsmiðlum. Já, frábært. Og við höfum verið að fá alls konar fyrirspurnir og fólk að stoppa okkur hér og þar allavega en að mig, ég veit að Eistinn hefur gert fyrir Eistinn líka og spurja okkur bara út í hitt og þetta. Hvernig það að vera leikskólakennari og það sem í raun og veru skemmtilegast fyrir mig að þegar karlmenn og ungir strákar eru bara já, hvernig þetta og hvernig eru launin og svona. Það náttúrulega yfirleitt alltaf fyrsta spurningin og en launin. Þannig að þá verðum við bara vera með svar á reiðum höndum. Já. Eru þið eitthvað að fara og kynna þetta í svona framhaldsskólum eða í einhverjum svoleiðishópum? Þessi fólk svolítið að velja sér svona framtíðarstarf? Já, við höfum svolítið verið að vinna með, ég hef verið að vinna með háskólanum hérna. Já. Að vera með, þetta kallar þetta starfamessur. Akkúrat. Já. Og þá ég verið að messa yfir líðnum hvernig gleði og skemmtun að vera leikskólakennari. Til dæmis núna síðast, hvað var það, 1. febrúar, þá var staframessa hérna og þá var ég með bara svona litla kubba og bauð krökkunum að leika sér. Og það var svo gaman að sjá þegar þau þorðu að fara að leika sér, það var svo rosalega gaman. Og ég sagði, hugsið ykkur að þið vinnið við þetta. Bara, í raun og veru samt, sko, leikskólakennsla nú ekki bara að leika sér, en það þetta frelsi að vera með börnum og fylgjast með börnum þroskast og fylgjast með börnum verða betri einstaklingar frá dag frá degi. Það í raun og veru það sem gefur þessu starfi gildi. Læra og leika. Eitthvað svona framundan sem þú getur sagt frá, þið haldið bara áfram að kynna þetta svona í samfélagsmiðlunum eða eru þið með eitthvað svona... Erum við með eitthvað í farvatninu? Já, eitthvað svona sem þarf að segja frá meira. Já, þetta í raun og veru það sem það snýst Það í raun og veru bara að kynna hvað starfið Við erum bara þeir lukku aðnjótandi að ná augum ykkar, sjónvarpsstöðva. Við vorum náttúrulega hérna eins og kannski... Þið voru í fréttunum í gær? Jú, við náðum í fréttunir í gær og svo hefur verið eitthvað að vera spurjast fyrir fleiri sjónvarpsstöðvum, sko. Þannig við erum bara að hjálpa ykkur að boða þetta fagnaðar erindi. Já, við bara þiggjum það með þökkum því að auðvitað samfélagsmiðlarnir mjög notadrjúgir. En sjónvarpsmiðillinn ennþá stæðstur, sko. Við hvetjum bara karlmenn, unga sem eldri, að bara íhuga alvarlega þetta starf ef þeir eru eitthvað að spá í annarkvort að breytum starfi eða bara hvað að gera þeir orðnir stórir. Akkurat, því að sko við þurfum fleiri karlmenn og líka bara fyrir samfélagi gott að ungur drengur sem að koma upp úr grunnskóla, hann hafi ekki áhyggjur því hann megi ekki samkvæmt samfélagsviðmiðum vinna við það sem hann langar til að gera. Nákvæmlega. Hann á bara vinna það sem hann hefur áhuga á. Akkurat. Þetta eru fín lokaorð. Takk kærlega fyrir að koma og gangi ykkur vel ykkur í atkvöldum. Já, þakka kærlega.